Það sem við erum að klára hópverkefni 1, þá var ekki ránum að tíma sem tekið að kynna fyrir ykkur hópverkefni 2, en það heldur svona áfram því sem við erum að gera í bara verkefnum 8 og 9, sem er í raun að búa til eitthvað svona JavaScript forrit saman. Þetta ætlar að vera eitthvað svona spurningaleikur /bar svar eitthvað. Þannig að hugmyndin er í raun og veru í grunninn einföld, það sem við varum að leita var eitthvað sem er einfalt en þetta að bæta við og gera flóknar og flóknar eftir því sem við bætum við virkni í það. Þannig í grunninn er þetta bara, þið eru með lista af spurningum, þið ítið á okkur takka í forritinu, það birtir fyrstu spurninguna og síðan ítið þið á takka og þá birtist næsta spurning eða þið getið þá ítt á takka sem fer á fyrir spurningu og svo framvegis þangað til allar spurningarnar eru búnar. Það er grunnvirknin sem að allir þurfa að útfæra. Síðan getið þið valið aðra virkni til þess að bæta ofan á þetta. Þetta er síðan bara einfalt viðmót, þannig að þið komið inn á einhverja forsíðu og forsíðan mun bara segja bar svar hóps X eða eitthvað, spurningaleikur bla bla bla, eitthvað sem þið viljið. Og þar verður bara byrja leik sem að myndi þá fara inn í þessa virkni og svo eru þið með það að geta búið til lið. Þannig að þá segið búa til lið, þá farið þið í viðmóti sem að leyfir ykkur að búa til lið og svo getið þið sagt byrja leik og þá er hort á liðin sem voru og liðin eru þá að fara að svara spurningunum og eitthvað. Þannig að það er svolítið svona útfærslu atriði síðan hvernig þetta haga sér. Hvernig er það þá lið yfir network eða eitthvað svona slow-casing eða hvernig? Nei, við ætlum að þá að hafa, þið er ekki að búa til neinar vefþjónustur eða gera neitt sem að vistar þetta á öðrum stað en bara í vafranum og til þess að nota local storage. Local storage er þannig að þið getið geymt gögn fyrir vefforritið sem er að keyra í nákvæmlega þessum vafra í þessu stýrikerfi. Þannig að þá geymist það bara hérna. Þannig að þá myndi ég reloada síðunni og þá get ég sótt gögnin aftur úr local storage og unni með þau. Og það er eitthvað sem er partur af því sem þið megið útfæra líka. Það er hérna GitHub repo sem heitir is_trivia_questions sem er bara með einhverjum 12.000 spurningum á CSV formi og hérna getið þið fundið spurningar til þess að vinna með eða búið til eitthvað eigin eða bara hérna, þú veist, hér er allavega í versta fallið þá getið þið bara tekið fyrstu 10 spurningarnar úr þessu, sett það inn, birt þær og verið búið með grunnvirknina og svo sé til hvort þið gerir eitthvað meira. Þá er þið búin að ná alveg 50% af verkefninu eða svo. Hvernig svarar maður spurningunum? Er það multiple choice eða skrifa eða? Við erum alltaf að hugsa um það að í grunninn er þetta bara eitthvað sem er skrifað á blað eða skrifað einhvers staðar niður. Það er out of scope að skrifa rétt svör og fara yfir og eitthvað svona. Nema þið viljið útfæra það. Þannig að það er svona breidd í verkefninu. Þið getið farið niður mismunandi leiðir í því. En við höfum allavega hérna slatt af spurningum ef þið viljið nota þær. Síðan þetta bara vera tiltölulega einfalt útlit. En aftur þessi grunnvirkni, 10 spurningar. Spurning skal hafa minnstu kosti spurningu og svar. Hún þarf í raun bara að vera spurning af því að í grunnvirkni er ekki krafið að birta svarið, bara spurninguna. Þannig að það er bara á forsíðu, þetta fara í spurningar, það er takki sem byrjar að birta spurningar og svo förum við bara í gegnum allar spurningarnar. Síðan kemur önnur virkni og þá getið þið ákveðið til dæmis að útfæra flóknari birtingu á spurningum. Það sem að við myndum nota fullscreen API sem að gera þá vafran bara fullscreen og við getum notað lyklaborðið til þess að skipta milli spurninga. Þannig að þá er það svolítið að skoða svona þetta forritunar API sem að vafrinn býður upp á og að vera með event handlera á lyklaborðinu. Svo getið þið varðið hérna vista stöðu í local storage. Þá getið þið, þegar ég birti spurningu, þá getið þið vista hvað var seinasta spurning sem var sýnd. Svo reloada ég síðunni og þá opna ég aftur á sömu spurningu og var seinast. Þannig að ef það gerist eitthvað óvart, þá veit forritið í hvaða spurningu var seinast verið að birta. Svo getur við verið með búa til spurningar og vista í local storage. Þannig að þá í staðinn fyrir að forsíðunni að vera bara með búa til spurningar, þá getur við verið með líka búa til spurningar. Og þá getur þið farið og leyft notandanum að skrifa einn spurningu og svar
og síðan vist að það er local storage, þannig að þegar ég kem aftur inn að þá er ég með fyrirfram ákveðinu 10 spurningarnar og spurningarnar sem viðkomandi var búin að búa til áður. Svo getum við bætt við það nánari gögn fyrir spurningar. Það getur til dæmis verið að geta haft mynd með spurningum eða vídeo. Þá getum við skoða að vera með vídeobæði sem er hægt að embedda frá YouTube eða að skoða hvernig væri að uploada vídeóm. Getið þið geymt það til dæmis í local storage? Nei, en þið getið skoða það, hvað er í boði. Það er alveg hægt að gera eitthvað svona en hérna það er. En ef þið erum til dæmis með embeddað vídeo frá YouTube, getið þið gert þannig að þið farið yfir á spurninguna og það byrjar að autoplaya strax. Þannig að það getur verið lagakeppni Óla og þá er ég bara með 10 YouTube myndbönd og þá spila ég þau hugsanlega þannig að það stendur bara hvaða lag er þetta og lagið spilast einhvern veginn þannig ég sérst ekki hvað það er eða eitthvað svoleiðis. Eða er hægt að ná í eitthvað SoundCloud, það getur verið eitthvað annað, I don't know. Þú veist þannig að þið getur fundið leiði til þess að gera þetta einhvern veginn. En það er allavega, ég stöng upp á að þið getur bætt við mynd, vídeo, bakgrunnslit, flokk, erfiðleikastig eða eitthvað. Þið getur gert þetta án þess að geta búið til spurningu. Þið getur bara hardkóðað þetta í spurningarnar sem að þið eru með í grunninn. Svo getur þið bætt við miklu fleiri spurningum, haft að minnstu kosti 100 spurningar. Þá getið til dæmis ef að þið nennið ekki í JavaScript og viljið prófa eitthvað annað, þá getið þið prófa að forrita það hvernig þið getið tekið þetta CSV-skrá og tekið það allt inn, hvernig myndi það virka, eða taka 100 spurningar úr því, eða eitthvað, þið bara ráðið. Svo er hérna búið til spurningalista og það telst til 2 verkefna vegna umfangs og þá getið þið búið til ekki bara þannig að alla spurningarna séu alltaf sýndar, heldur eru þið með hít af spurningum og svo búið til nýja keppni þar sem þið veljið út spurningu og í hvaða röðum birtist. Þannig að nú ætlum ég að vera með jarðfræðiprófið og þá ætlum ég að fara og ég ætla að velja jarðfræðispurningarnar og ég ætla að hafa þessa spurningu fyrst og svo þessa. Og svo segi ég byrja jarðfræðiprófið eða spurningarnar og þá birtist það í röð. Eiga spurningarnar að vera á CSV-formi? Nei, þið megið vistar á því formi sem þið viljið, en ég myndi mæla með að nota til dæmis JSON-form sem við ætlum að skoða þess núna í verkefni 9. Svo getið þið aftur verið hérna með keppnisviðnót sem er þá 2 verkefni vegna umfangs og þá svolítið gefið það dependar á það að þið hafi verið með hérna nei, það var í þessu, já, sorry að þá getið þið búið til lið og svo keyrið eitthvað í gegnum spurningarnar og svo skrifið eitthvað inn hvert lið færi stig og svo fáið eitthvað svona sigurvegara skjá. Þannig að þá myndum við sýna þetta spurningarnar, svo myndum við sýna skjá með öllum svörunum við spurningunum. Þá erum við að gera ráð fyrir að einhver sé út í sal sem að skiptir á milli blöðunum og þið farið yfir, svo fáið þið blöðin og þá segið þið, lið 1, 10 stig, lið 2, 5 stig og svo birtið þið sigurvegara skjá þar sem birtið fyrstu 3 liðin í fyrsta, öðru og 3. seti. Eða einhvern veginn svona svipað á þetta. Svo ef að þið eitthvað dyttur eitthvað annað í hug þá megið þið bara skilgreina það sjálf og bera undir mig ef þið viljið en mæli með að bera undir mig en þið getur líka bara gönnað á eitthvað ef þið eru mjög spennt fyrir ykkur en það getur með verið leita spurningum þannig að þið útbúið spurningalistaverkefnið en þið takið spurningalistaverkefnið og miklu fyrir spurningar og þá verður rosalega erfitt að leita þannig að þið viljið líka gera þannig að þið getið leitað í öllum spurningunum þegar þið eru að velja þær. Bara til þess með því að skrifa inn orð og þá leitið í heitið þess, svarið þess og flokkið þess eða eitthvað. Og þá filtrast sá listi niður í þær spurningar sem viljið birta. Flokkun á spurningum, þannig að þið getið verið með ennþá meiri flokkun, þannig að þið getið búið til flokka og látið spurningar í ákveðna flokka. Þannig að eða eitthvað annað sem ykkur dettur í hug. Þetta er hópavinna en þetta verkefni er líka struktúrað þannig að þið getið unnið það sem einstaklingsverkefni og þá er hérna að í grunnið er matið 40% ég klikkaði eins á þessu hérna, ég ætlaði að breyta þessu aðeins þannig að það átti að vera hérna grunnútfærslan átti að vera hérna 10%. Það er alltaf 10% readme, tækjatól, keira og netlify, lint fyrir CSS eða SAS og JavaScript. Git og PR eða pull requestur eftir forskrift, það er 10%,
10%, bara 10% er almennt útlit og skalanleiki, þannig að útlit er ekki í forgangi í þessu verkefni. Og 10% er í raun og slóður og síður, það er lýst í verkefninu, þannig að þið getið í raun farið á milli og þetta er mismunandi skjámyndir. Og síðan 60% sem er valið efni útfært. Og þetta á að vera þá 50% valið efni útfært og 10% á að vera grunnvirkni útfærð. Og ef þetta er einstaklingsverkefni þá ætla að taka 2 aukaverkefni, 2 manna þá ætla að taka 3, 3 manna 4 og 4 manna þá 5 aukaverkefni. Og þá er bara að skala eftir því hversu mikið þið gerið og hversu mörg erið í hópnum. Alright. Þannig að við förum aftur yfir þetta í næsta eða þannasta tíma og þetta er allavega komið hérna og þið getið skoðað þetta og heyrt í mér og ég ætla líka að laga þessar bugga sem ég var með í þessu lýsingu. Og já, hópverkefni 2.